barnakið að það við höfum fengið núna þannig á. Við lögum að niður síðastliðið ár, en við ætlum að taka mig aftur. Svo ég hérna með hvatningu á þær sem að hafa verið með í skemmtiefnunum, sem hafa verið MA, að ef að kvöld, góðu stúdínur, verið velkomna líka. Í þessar 25 ára ætlum að vera hér á borð fyrir ykkur heimatilbúin kabarett. Aðalhöfundur Ingibjörg Haraldsdóttir og nefniskabarettinn á Kvennaklósettinu. Enda gerist það þar á 5 ára stúdentsamvalum okkar. Það er á 5, 10, 15 og 20 ára afmælum. Vonum við að þessi kabarett sýni lífið í hnotskurn þessi 25 ár að auki þá tískustrauma sem voru og verði ykkur svo bara góðu. Svo langar mig að geta þess að allar sem situr hér verða að færa sig því að þessi 3 borð eru hluti í leikritin okkar. Þannig að, og eins að þessi gangur verði frí til að byrja með að svo má standa hér. Það bara fyrst sem við þurfum að hafa þetta pláss í kring. Takk fyrir.
heyrði það síðan, komin heim í Heiðardalinn, herpa mín. Þannig að gera það gott eins og það heitir. En þú, hvað er þess að þér? Eftir enda sjá fyrir einhverjum karlmanni. Þannig að það er bönnur náttúrulega. Öðru nær. Við Jón erum skild. Já! Ég er að fara í háskóla, taka B.A. í frönsku eitthvað. Ásvöldast bara til útlanda. Maður verður sko þar að lifa lífinu. Það er ekki seinna vegna. Þú segir fréttir. Af hverju skildu þið eiginlega með þeim að spyrja? Æðingar var allt eitthvað svo öðruvísi þegar maður búið með námi. Þú varst búin að koma honum í gegnum háskólan, meinar þú? Þá fór ég að taka þetta ýmsu sem hafði ekki skipt neinu máli á. Eins og til dæmis hvað hann var ferlega ratur að hjálpa mér í heimstöð. Hann sat inn í stofu og las, svo var hann æðislega skemmtilegur við gesti, hundleðilegur við mig. Eitthvað svo merkilegu með sig fannst mér. Ég er eiginlega bara dauðfegin að vera laus við hann. Við áttum heldur engin börn sem betur fyrir. Nú er hann kominn með aðra og þau eru strax farin að hrúa niður börnum. Þau mín, já, hún. En ég er sko frjálskona. Ég get gert það sem mér sýnist. Og eitthvað svo sannarlega ónotalega, get ég látið vita. Heyr fyrir því! Eigum við ekki að koma fram og skála fyrir þessu? Jú, komum.
Hún Hrönn. Hver er það? Manstu ekkert eftir henni? Hún var í sébekk. Fylgistu bara ekkert með og skrifar helmingi hann í blöðum undanfarið. Æ, ég sé svo sjaldan. Ég má ekki vera að lesa þau. Jæja, en hún er sem sé að verða fræg manneskja. Sælar verði. Nei, sæl. Nokkuð að frétta? Nei, það held ég ekki. Við vorum að tala um það Hrönn. Hún er bara orðin stórsöng.
Strákar róðum streymum við, stúdum skellur enginn til, út á mýrri ástar við. Og við, strákum enginn gefum grið, jæja sæta krækjum við, gerðu gengi skrið. Kvöldið líður mín kæri, ég kenni þér næturlist, loks kemst í hvarlaga færi, við frúna sem þig getur kysst. Æ þig, strákar róðum streymum við, stúdum skellur enginn kýr, út á mýrri ástar mín. Kæru stúdínur,